Sæll og blessaður. Já, blessaður. Það Magnús sjálfur. Já. Maggi Kaupur. Já. Hvað segirðu gott? Bara fínt. Loksins náði í landi. Já. Það var bara rétt svo. Já. Og þetta fór á sjón strax aftur. Já, það er það er víst að ná inn einhverjum gjaldeyristekjum. Ekki góða ferðamennir. Nei, já, ok. En hérna eru nú við aðal græjuna. Já. Bara beint úr King of Hammers eða ekki? Jú. Ekkert búinn að gera síðan hann kom. Jú, ég er svo sem bara búinn að setja hann í sama ástand og það var þegar ég lagði á stað í, ég er búinn að laga vélina. Já. Að smíðaði bara aðra vél, hún var alveg, sauð svo illa á henni. Já. Að ég Það er eðlilega stíling hjá þér úti? Já, að sauð á honum. Já. Og raðaði saman og þá var svona, já, ég held að svona, við erum ekki búin að pröfa að keyra hann lengi. Nei. En þegar við settum hann í gang og setti ég saman með öllu dótinu eins og það var. Já. Og það var vatnslást til dæmis sem að hleypti ekki gegnum sig. En það gæti líka bara verið að því að hann búin að standa svo lengi út í Ameríku í kerru, sko. Já, núna þegar þú varst að taka hann í gegn? Já. Það stóð 1,5 ár út í Ameríku. Akkur varst maður lengi úti? Það var einhver flensa þarna í gangi. Já, auðvitað, þetta litla þarna, kveikindi sem já, það var eitthvað svona og við máttum ekki fara til Ameríku og enda með því að við urðum að kaupa menn til þess að keyra honum restina, sko. Já, þú meinar, þið gáttu ekkert fara út og sóta hann eða neitt? Nei, það var ekkert í boði. Er búið að spritta hann? Nei. En hvað á svo að gera? Heyrðu, nú bara á að pröfa hann. Já. Eins og hann er núna. Á þessum litlu dekkjum? Já, næst þegar ég kem í land þá er ég svona... Er það götubílaflokkurinn þá í sumar? Já, ég á ennþá skráninguna á tíminum. Jæja, þá verðið þið 4 í sumar. Já, ég get mætt á hann og við erum að setja eitthvað svona smá tímibút í hann. Já. Nei, Höggu í hann serialnúmer og svona? Já, ég gæti græja það. Það er komið ljós og það er... LED-bar hérna alltaf græður? Já, til þess að koma honum í King of Hammers þá þurfti að setja á hann allan þennan búnað. Já. Þú ætlar að prófa bílinn, segirðu? Já. Testa mótorinn. Er það þá einhverju keislu bara eða bara götunni eða? Nei, ég ætlaði, það er svona hugmynd að fara með hann upp á Skjaldbreið, byrja það. Já. Bara keyra þetta og vonandi vera laus við hittavandamál. Ég breytti viftunum líka. Náði mér í orginal viftur úr Hondu bara. Nú. Ég var með svona afturmarkat viftur. Og þetta er einhvern veginn orginal dóti virðist vera svona verklegara heldur en svona afturmarkat þótt þetta eigi í bæklingunum að vera betra. Já. En að því við stækkuðum vaskassan og allt en bíllinn byrjaði að hitta sig strax og það er mjög óeðlilegt að því að við vorum bara með helmingi minni vaskassa hérna á Íslandi og ekki verið hittavandamál, sko. Ekki nema að það hefði eitthvað verið að, sko. En svona, já. En þetta var það er alveg ótrúlegt hvað þessir 80 kílómetrar sem við keyrðum tóku raun og veru mikið út úr bílnum. Já. Það var boltar lausir út allt, það var vantaði bolta í stífur og allt, sko. Þú veist, þetta bara allt hristist greinilega alveg. Það er svona þetta ekta bara malavegur, ýktur. Þetta er bara slóðar, svona mjög gróir. Já. Og þú keyrir bara á skiltin sem við ætlum með, það er bara eitthvað svona miðar, örvar þú ert að beygja. Og fyrst þegar ég kom í þessi beygjurnar þá fór ég alltaf fór inn fyrir miðan. Já. En miðin er innan í beygjunni, sko. Hann er ekki utan í beygjunni. Já. Heldur miðin þú keyrir út fyrir hann, þú ætti að taka beygjuna. Já. En ég hef aldrei séð svona náttúrulega áður. Nei. Og svo þegar ég beygði maður, þá náttúrulega bara fór maður í loftköstu bara. Já, ná beygjunni? Nei, þá er ég náttúrulega komið bara í eitthvað miklu grófar og harðar efni og þú veist að því ég var náttúrulega ekki lengur á slóðunum, sko. Skemmdur eitthvað í því eða? Nei. Og Þú varst með varadekk á hann, með það ekki? Nei. Nú var það ekki? Nei. Þetta, þegar við keyptum þessi dekk úti og svona og þá pöntuðum við 2 varadekk. Klikkaði ekki á pöntun og fengum bara 1. Já. Svo 2 dögum fyrir keppnisdag þá förum við og skoðum
flokkin fyrir neðan okkur og fáum að vera með viðgerðarliði í fyrsta pitti og þá voru menn að koma í fyrsta bett með sprungið á 3 og búin að skipta 2 dekk sko. Sæll. Og á svona dekkjum? Já, og við vorum bara með 1 aðra dekk og pittinni voru held ég 4 eða 5 þannig að við vorum bara, já, við vissum ekki svona hvað við áttum að setja dekki en þú sprengdir ekki? Nei, við getum þakkað því að bíllinn var að hitta sig og hann fer svona segjum út og þá fer hann ekki við 4 snúninga. Já, þú varst ekki að skila öllu sem áttir að gera? Nei, það var alveg þannig sé, en við komumst alveg ágætlega áfram og við heldum alveg ferð og ég fór alveg fram á bílum og allt, það var ekki og og svo náttúrulega að sjóða á bílum og svo þegar ég kem í fyrsta pittin sko, þá náttúrulega bara íslenski stíllinn að fara í pittin sko, það var bara athugaður olíu og rollu og þvílík læti bara eins og í formúlunni liggur við og bara á stað sko Kani gerir þetta allt öðruvísi, hann kemur bara og stoppar, þú veist, þeir fara jafnvel bara út úr bílnum, þú veist, þeir bara fara vel yfir allt, það er spjall, þú veist, og við hefðum átt að taka sko, þú veist. Þann pólinn? Já, við hefðum bara átt að stoppa, gefa okkur kannski bara hálftíma, klukkutími það að reyna að finna út úr þessi hitavandamál. Í staðinn fyrir að við bættum bara vatn á bílinn og svo heldum við áfram. Nákvæmlega. Og en já, hefði maður komist í næsta pitt sko, þá hefði maður reynt eitthvað annað sko. Já. Þú komst hvað í fyrsti pitturinn? Já, ég komst einhverja 50 mílur í heildina sko. Já. Og þetta var náttúrulega mjög gaman að sjá þetta allt og skoða þetta og ég mæli með ef að fara á ferð þarna og taka bara húsbíl og fara á þetta. Ég man ekki 120-130 bílar sem keyptu bara í mínum flokki. Já. Hvað er þess að hjá þér að vikta í á svona útbúin fyrir King of Hams? Hann var eitthvað 1400 held ég eitthvað kíló eitthvað svoleiðis. Á þessum dekkjum og öllu svona? Já, þú veist, það er spil í honum og allt rafmagnskerfið, stærri bensíntankur, allir kælar stækkuðu þá alla og alveg hellinga dóti sem að, þú veist, týnd í hann sko, það er slökkvitæki hérna. Já. Mér minnir og hérna í toppnum líka, þú veist, það er ótrúlega mikill búnaður sem fer í bílinn. Sko fyrir, áður nú fórst á breytunum, hvað viktaði bílinn þá bara keppnishæfur? Það var 1050. 1050? Já. Og upp í 1400 kíló? Já, mér sé að held ég að vera rúmlega, sko, ég held reyndar að hann sé viktaði með minnir en hann verið viktaði með mér í, sko. Já. Við erum það kannski rúmlega 400 kíló aukningu við það að keppa hana? Já. Sko dekkin til dæmis eru bara, ég veit ekki, þú veist, við keyptum felgur og allt á þetta, svona, og þetta eru álfelgur en það eru sko hnausþykkar sko, það eru þungar sko, það hafa ekkert með léttleika að gera sko. Nei, ok. Og okkur fannst sérstakt að vera með bedlock á felgu sem er með 20 punda loftþrýstingi sko. Já. En við pröfuðum fyrst með stálfelgum sko og ekki bedlock. Við aðfelguðum hérna bara 3 dekk bara strax sko. Til dæmis eins og bremsurnar, þessi bíll hefur alltaf bara bremsað fínt sko, það getur alveg læst á ausunum sko. Já. Svo konar þetta bara hægja bara á sér sko. Hvernig bremsukerfi ertu með í honum? Eða varstu með í honum? Þetta er bara sem var ég tók þetta út í mínum sko. Já, ok. Þetta var alltaf verið það sko í honum og hefur alltaf verið allt í lagi. Notaðir það nítróið? Já, notaði nítróið. Þurftirðu þess eða? Já, sko það var mjög brött brekka svona upp gil í byrjun. Og þannig að ég var ekki búinn að skoða neina braut eða eitt en eitt til að leggja á stað. Fórstu bara blindandi eiginlega bara? Já, ég er náttúrulega með GPS-tæki og allt það. Já. Og ég ákvað bara að láta bílinn sem var við hliðina á mér vera undan mér upp. Já. En hann fór bara svo svakalega hægt sko. Og svo þegar við komum upp brekkuna og þú veist, þá er hann búinn að missa svo mikla ferð. Já. Og þá þá var ég bara að kveikja á nítróinu, fara út fyrir
og standan til þess að koma honum sko til að koma sko, annars hefði þið bara þurft að fara að setja í lágadrif eða eitthvað sko. En þú ert með það líka? Já, við settum í nýjan lágadrifs millikassa. Þetta ekki hægt í hádrifinu sko. Nei. En ég notaði það bara, ég keyrði inn í einhverja sprungu, þar sem bíllinn fór bara svona beint onni. Já. Þá setti ég hann í lágadrifinu og kom upp úr því, en allt hitt keyrði ég bara í hádrifinu þarna sko. Okay. En ég var svo sem ekki komin í þessar. En svo við förum að pæla hans í meira Íslandi. Já. Ætlar að koma eitthvað að keppa aftur? Ég veit það ekki. Það er ég held að Bubbi sé að setja saman ferð núna til Ameríku aftur. Já, ég hef búinn að heyra hvað af því. Og sko, ef ég fer til Ameríku, ef ég myndi alltaf keppa í Ameríku, þá þarf ég að rífa náttúrulega allt úr bílnum aftur til að gera það. Þá myndi ég keppa allan að síðustu keppnina. Já, áður fyrir út. Já, bara til þess að sjá hvernig bílinn væri. Já. Það er alltaf að fara að pröfa bílinn einhvers bak við hús, sko, það virkar ekki. Nei. Það er langt best að, þegar maður ætlar að ná árangri, þá tekur þú keppnina fyrir sem þú ætlar að ná árangri. En það er svo sem ekki lengi gert. Ég á eiginlega allt bara þannig að það sé bara skrúað í, sko. Já. Þannig. Men þú átt allt til og það bara skrúa úr og létta aðeins. Já, tína úr honum dótið og taka spilið og svona, maður er nú ekki að vera með spil í táfarinni. Ekki spilaði færðustu brautirnar? Ég veit það ekki, ég er nú búinn að kynna með það, ætli það sé leyfilegt. Er ekki tími á öllum brautum? Nei, þetta verður gaman, við langar að fara á skjaldbreið á honum. Og helst græja þannig að ég geti bara tankað hann og lagt á stað þetta í þjóðgarðinum. Já. Og svo bara standa hann alveg. Og það verður góðan kvöldagalla. Það verður kalt ef að bílar. En varst þú ekki einhvern veginn eitthvað að brjóta framdrifin hjá þér eða var afturrifin eða? Er það misminni hjá mér eða? Ég braut ég var fyrst með svona Cherokee millikassa. Ég braut oft úttækið út á millikassa. Okay. Þar eru, sko vélinn snýr náttúrulega, því hún er fyrir miðjunni. Já. Það snýr sjálfskiptingin og millikassin fram. Já. Og svo bíllinn fari með fleiri gír áfram heldur en aftur á bak, þá setja ég hásinguna á hvolf. Og er það ekki rendur ekki veikari drifin fyrir vikið eða? Sko það er sterkara framan þá og keyrir rétt í gegnum það, þá er það bara, en að aftan verður það veikara sko. Þú er ekki brotið það? Já, ég er náttúrulega að brjóta allt í bílnum sko. Já, ok. Það veist, en við höfum skipt drif í keppnum og svona sko. En þú veist, ef maður er að fara að keppa á Akureyri þá skrúfar maður þetta bara allt í sundur og skrúfar þetta allt saman og það er eiginlega árangurinn að árangri, það er að... Þetta sé í lagi? Já, bara taka þetta allt í sundur og setja þetta allt saman. Eftir að við fórum í 77 sjálfskiptingu þá hef ég ekki verið að taka... Hvað varstu með í honum áður? 904. Þetta Honda sem sagt? Nei. Þetta er Cherokee. Ok, ég bara voru að pæla hvað það var eitthvað tölur sem ég vissi ekki hvað það væri. Já, nei. Hvað er mótorinn að skila hjá þér í hestöflum? Þessi var, held ég 600, ég minni 644,6. Þá úr Seifarás eða? Seifarás, já. Þá er það 450-500 kannski út í hjól? Já, eitthvað svoleiðis. Ég er ekki hann. En þegar við gerðum þetta sko þá sem sagt, aflkurvan, hún er ennþá bara svona á leiðinu upp sko. Hún fellur aldrei. Á þessu mótor? Já, ég bara stoppaði baldur af sko, sagði bara einu skipti sem að sé hestöfl, þar sem að þau vantar, er bara í ánni á hellu. Til að fleita? Til að snúa dekkinu á hratta eða hvað er það? Já, það er eina skipti sem að þú þarft kannski meira heldur en 600 hestar. En eins og sagðir áðan þá er aðalatriðið að það hafa útsýni og þurfa ekki að hægja á sér. Er það ekki rétt? Jú, þetta er náttúrulega allt soðið, þú veist, þetta snýst allt jafn hratt. Já. Ert þú með sömu hlut þetta framan og aftan? Nei, hærra drifað framan. Það er bara getur hún að vera auðveldari í stýri eða? Já, og líka bara, sko, þegar þú beygir, þá þarf annað dekki að fara lengra heldur en hitt. Já. En ef þú ert með sömu hlutfall aftar framan, þá ertu alltaf að reyna að ýta að því þú beygir, þá farðu svona bremsuáhrif og að því að það snýst hægar og þá ertu að ýta með afturendanum
á framöndan þá krafsar hann. og þá er hann að reyna að draga sig í sundur. Já, þá tekur hann beyguna betur. Þetta er bara eins og að vera á hérna, afturtunnubíl í hálku og framtunnubíl í hálku. Framtunnubíl fer beint, afturtunnubíl hann svona hann slætar. Og svona þetta hliðarhallinn, hann lítur að vera blús líka þar. Já, ég ætla að þú ert að gefa í sko og allar að hitta á hliði sem er svona, þá viltu geta sko treyst í að sko, þú sést að fara nokkurn veginn þangað sko. Já, stefna sér rétt. Já, þannig að þú vilt ekki afturendi sig að hendast til eða svona, þú verður að hugsa út í þetta, þú sérstaklega út að smíða bíl og þú veist ekki að kaupa bíl sem einhver annar á. En sá sem, þú veist, ef þú kaupir bíl sem er tilbúinn, þá er nú yfirleitt búið að hugsa þetta. Sá sem smíðaði bílinn, hann er búinn að hugsa náttúrulega út í þetta. En sumir eru ekki sammálaðir, sko. Nei, en sumir með sumir hlutur framan og aftan og segja það hefði ekkert að segja. Já. Þannig að þetta er bara ákveðin skoðun. Jú. En herðu, ég segi bara þakka kærlega fyrir að hitta mig. Já. Gaman að sjá þig og vona að þú allavega komir eitthvað í sumar. Já, við sjáum hvernig það verður. Það er alltaf gaman að keppa. Nákvæmlega. Það er alltaf, já. Takk hérlega. Já, takk.